Góðan daginn. Frú forseti, kæri gestir, það mér sönn ánægja að bjóða ykkur hjartalega velkomin á haustráðstefnu Stjórnvísi. Anna Kristín Kristinsdóttir heiti ég og formaður stjórnar Stjórnvísi og þema hjá okkur í ár framsýn forysta. Og það mikilvæga málefni viðfangsefni okkar í dag. Framsýn forysta hugtak sem lýsir leiðtogastíl, sem leggur áherslu á að horfa fram á við, sjá fyrir sér mögulega framtíð og hvetja aðra til að stefna sameiginlega að henni. Leiðtoginn traustur og hefur hæfni til að leiða fólk í gegnum breytingar, krefjandi tíma og óvissu. Í nútíma samfélagi þar sem við stöndum frammi fyrir hraðri tækniþróun, áskorunum tengdum loftslagsbreytingum, stöðugum sveiflum í alþjóðlegu efnahagsumhverfi og breyttum væntingum til vinnumarkaðarins framsýn forysta ekki aðeins góður kostur heldur nauðsyn. Hún tryggir að við missum ekki tökin í óvissunni, heldur byggjum upp traust, hlustum á hvert annað og nýtum sköpunarkraftinn og óvissuna sem eldsneyti til að skapa ný tækifæri. Við erum sannfærð að framsýn forysta þurfi ekki aðeins að bregðast við breytingum heldur en að móta þær. Við höfum fengið til okkur í dag öfluga leiðtoga sem munu fara með okkur yfir og hjálpa okkur að kafa dýpra í hvað framsýn forysta hvaða tæki eða verkfæri þau hafa nýtt sér og hlusta á reynslusögur. En til þess höfum við fengið, til að leiða okkur í gegnum vegferðina hér í dag, höfum við fengið frábæran leiðtoga á sviði lista til að stýra fyrir okkur dagskránni. Egill Heiðar Anton Pálsson, borgarleikhússtjóri, býður yfir víðtækri reynslu úr sviðslistum á bæði innlendum og erlendum vettvangi. Hann hefur 25 ára reynslu sem leikhússtjóri þar sem hann hefur leikstýrt yfir 100 sýningum. Hann hefur skrifað og sett upp fjölmörg verk og unnið til grímuverðlauna fyrir verk sín. Hann með gráðu frá Leiklistarskóla Íslands og lauk námi í leikstjórn frá Danska leiklistarskólanum. Auk þessara afreka hefur hann einnig lagt akademíunni í lið og starfa sem kennari, prófessor og deildarforseti við Leiklistarháskólann í Danmörku, Berlín og Listaháskóla Íslands. Ég vona að ráðstefnan í dag verði ekki bara staður þar sem við tölum framsýna forystu, heldur þar sem við kveikjum neistan sem fylgjur okkur áfram inn í framtíðina. Ég býð ykkur hjartalega velkomin og hlakka til að eiga með ykkur góðan dag. Takk. Kæru ráðstefnugestir eða þeir sem hér samankomin í dag. Virðulegur forseti, hjartanlega velkomin. Ég sem sagt Egill Heiðar Anton Pálsson. Þetta ekkert mér að kenna, foreldrarnir voru bara ekki sammála. Og maður endar uppi með þetta svo maður búinn að búa 25 ár í útlöndum, maður hefur aldrei heitið Egill fyrir ég sný aftur heim. Það getur enginn sagt þetta nafn. En við ætlum ekki að tala mig mikið hérna í dag og ég á að vera tímavörður og við erum byrjuð að vera sein. Þannig að þetta gengur rosalega vel en þetta verður ofboðslega áhugavert. Mér langar bara aðeins til að byrja að tala leikhúsið, því leikhúsið nefnilega bara ekki bara listform, heldur líka líking við lífið sjálft og þar eru við stjórnvölinn. Við búum til eftirlíkingu af lífinu. Það samstarf margra faghópa í leikhúsinu sem leiða saman hæfileika sína til að skapa upplifun fyrir áhorfendur. Þess vegna ég aðeins með bauga að því að við vorum í leikhúsinu til 1 í nótt að því að það frumsýning á laugardaginn á stærsta söngleik sem verið settur upp á Íslandi, Moulin Rouge. Þannig að ef einhverju sem ekki með miða þá bara komið til mín. En þetta að leiða þessa faghópa saman sem mitt starf. Við frumsýnum verk sem hrífa og hreyfa í fólki en þegar sýningunni lýkur hún horfin. Próduktið farið því við tölum sviðslistir sem list augnabliksins. Borgarleikhúsið gott dæmi þetta. Það eru 18 sýningar á fjölunum í vetur, 4 danssýningar að auki frá Íslenska dansflokknum. Þetta vinnustaði fyrir 250 til 350 manns, tók á móti 180.000 gestum í fyrra og velti 2 milljörðum króna með 40% styrk frá borginni og 60% í eigin fjáröflun. Slík framleiðslulína byggir á kjarna sem við köllum sköpunarkraft. Og sköpunin undirstaða í hugmyndasköpun og nýsköpun og hún jafn mikilvæg í stjórnun og í leiklist. Það nefnilega hægt að stjórna sköpunarferlum.
að búa til umhverfi sem ýtir undir hugmyndir og gerir fólki kleift að vera skapandi. Þannig vinnum við saman að því að skapa framtíðina, hvort sem það í leikhúsi eða í samfélagi. Það ekki tilviljun að góðvinur minn, William Shakespeare, sagði eða skrifaði svo Forystu, hann skrifa mikið stjórnendur og konga og svona, og drottningar. Hann myndi okkur á, órólegt liggur höfuðið sem ber krúnuna. Leiðtogi sem sagt ber ábyrgð en hann líka mannlegur. Hann þarf að hlusta á aðra, treysta á hópnum og þora að skapa. Og annar vinur minn, hann heitir Albert Einstein, ég held ég kannist við hann sagði, við getum ekki leyst vandamál með sama hugsunarhætti og við byggum þau til. Þess vegna það þemaráðstefnunni í dag Framsýn forysta. Hún byggir á skýrri framtíðarsýn og nýsköpun og opnum huga og hæfileikunum til að leiða í gegnum breytingar og óvissu. Hún ekki eitthvað sem við þurfum síðar meir, hún bráðnauðsynleg núna. Og áður en við byrjum, þá ætla ég bara að segja ykkur frá reglu dagsins. Ég var settur sem tímavörður, þið megið ekki skamma mig fyrir það, ég var beðinn að vera það. En þegar þessi yndislegi fugl hún Lóan spilar, þá tíminn búinn. Og ef þeir að fara yfir tíma, þá á hrossagaukurinn eftir að hneggja. Þetta kemur úr símanum mínu. En annars vil ég bjóða upp á svið, frábæra fyrsta gesti. Við byrjum á samtali sem ég held að verði bæði persónulegt og innblástusríkt. Það forseti Íslands frá Halla Tómasdóttir, sest niður með Þórunn Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Stoðar. Þær hafa unnið saman nefnilega í gegnum tíðina, bæði hjá Háskólanum í Reykjavík og Auði Kapital, og í dag leiðir Þórunn Stoð innan Veritas samstæðunar og Halla hana þar vart að kynna frekar. Og bara eitt annað frá Shakespeare, í Hinrik V segir hann, konungurinn aðeins maður eins og ég það og líka við forseta, og við fáum hér samtal tveggja mannlegra og sterkra leiðtoga. Gjörið svo vel. Tala í mikrofónin. Það betra? Jú, já, við tölum í mikrofónin. Þú ætlar að skengja, takk fyrir það. Heyrðu, gaman að vera með þér í dag, Halla. Það ekki svo oft sem við fáum tækifæri til að hittast. Ég var aðeins að grínast með það að maður þurfti að hitta vinkonur sínar á sviði núna, því að annars hefur maður ekki tíma. Þannig að takk fyrir að gefa þér tíma, ég að vera með mér hérna á sviðinu í dag. Einstaklega ánægilegt tækifæri. Og þema dagsins, það stórt og það mikið eins og inngangurinn var með sér. Framsýn forysta, og ég búin að þekkja svo lengi, Halla, ég veit að þetta málefni sem þér mjög hugleikið. Þannig að þú hefur verið að tala leiðtoga og forystu bara svo lengi sem ég hef þekkt þig. Þannig að hvernig túlkar þú þetta viðfangsefni? Hver þín sýn á þetta stóra mál? Ég gæti talað það mjög lengi og það auðvitað tilefni dagsins sem þið ætlið að gera, en í stuttu máli Framsýn forysta fyrir mér að þín verk, að þínar ákvarðanir, að þín hegðun sé að breyta rétt eða sé að gangi þá átt sem þjónar næstu kynslóð. Og mér finnst þetta bara ná utan hvað Framsýn forysta að það sem þú ert að gera sé einhvern veginn að skilja eftir jákvæð áhrif á þann veruleika sem næsta kynslóð tekur fyrir. Hvernig þú haga þér sé að vera jákvæð fyrirmynd fyrir næstu kynslóðir sem að læra þér. Og að ákvarðunar taki tillit til allra þeirra hluta sem í rauninni snúa það sem ég kalla stundum kynslóðaréttlæti eða kynslóðajafnrétti. Þannig að þú sért að hugsa hvert verður umhverfið sem að næsta kynslóð tekur við. Hvernig verður hugsað hlutina sem að skipta máli fyrir þeirra möguleika. Þetta stóra myndin í mínum huga, þannig að eina orði sem ég geti notað, kannski ef ég þurfti að segja þetta einu orði, að Framsýn forysta snýst kynslóðajafnrétti eða kynslóðaréttlæti. Þetta áhugavert og margir góðu punktur í þessu. Þú talar að hegða sér á ábyrgð og ekki síst í þágu framtíðarinnar, og þú talar að vera fyrirmynd. Áttu þið fyrirmyndir í leiðtogum? Já, en mér finnst mjög mikilvægt að segja að í mínum huga erum við öll leiðtogar. Alveg óháð því hvað hlutverki við erum. Það að segja, ég held að sé okkur öllum gefið að ganga til góðs og gera gagn
og ég held að stærsta hlutverki í lífinu sé einhvern veginn eða stærsti tilgangurinn í lífinu að finna hvernig maður nýtir sína krafta þar sem maður til þess að gera gagn, láta gott að sér leiða. Þannig að ég trú ekki að leiðtogar séu bara þeir sem sitja í einhverjum valdastólum, mér finnst það mjög mikilvægt, en ég horfi til alls konar leiðtoga, já, ég nefni stundum og kannski ekki nafn sem kemur upp í hugan hjá öllum, en Tótu Björns, kórstjóran minn frá því í Kársnesskóla. Þarna kemur bara kornung kona úr kennaranámi og að fara að kenna tónlist og hún ákveður í Kársnesskóla munu allir læra að syngja, því það geta allir sungið og það gerir öllum gott að læra að lesa nótur og læra að syngja. Ég get alveg sagt ykkur á öllum árunum í Kársnesskóla þá held ég að við lært meira að ég að vera í kór hjá Tótu Björns og flutt á Kársnesi með börnin mín því að þarna var bara leiðtogi sem gekk til góðs. Hún var ekki stjórnandi með marga starfsmenn, hún var kannski ekki í svona hefðbundu leiðtoga hlutverki en hún var mikill leiðtogi í mínu lífi. Þannig að ég get tekið svona nær samfélagi. Svo get ég hort til fólks eins og sem ég vann með í B-Team, maður sem kemur upp í hugan Hamdi Ulukaya, hann tyrknesku flóttamaður þegar hann kemur til Bandaríkjanna með $3.000 í vasanum, hann ætlar að fara að læra ensku og námi dýrt í Bandaríkjunum þannig að þessi $3.000 eru búnir eftir mjög stuttan tíma og þá fyrir hann að vinna á bóndabæ og hann kemst að því að jógúrtið og ostarnir og þetta sem var verið að búa til, þetta var bara vont með það sem hann hafði kynnst sem smali í fjöllunum í Tyrklandi. Þannig að hann ákveður að stofna eigið fyrirtæki og hann ákveður að ráða flóttamenn, sérstaklega í vinnu. Á tímabili voru 30% af starfsmönnum hans flóttamenn og hann byggði upp verðmætasta jógurtfyrirtæki í Bandaríkjanna og hans saga alveg ótrúleg. En það sem hann gerði kannski aðalega, hann skipti svona viðhorfum í eigin fyrirtæki og núna með mörg hundruð alþjóðlegum fyrirtækjum hvernig við horfum á flóttafólk. Að flóttafólk sé auður en ekki vandamál. Og það bara tryggðin sem hann fekk frá starfsfólkinu og það sem hann hefur gert. Hann byggði ekki upp jógurtfyrirtæki, það ekki stæðsti sigurinn. Hann skipti viðmið og viðhorf í eigin fyrirtæki fyrst og fekk svo önnur fyrirtæki með sér og sjá starfskraftinn og auðinn sem býr í fólki. Þannig að það eru alls konar tegundir af leiðtogum í skólasamfélaginu og leiðtogar sem eru kannski á erfiðum stað en búa til eitthvað mjög verðmætt í eigin fyrirtæki og svo taka aðra með sér. Þannig að ég vil ekki að segja að fyrir mér eru fyrirmyndir þeir sem nota hugmyndaauðgina sína og hugrekki sitt til þess að innleiða viðhorfsbreytingar og umbreytingar sem eru heiminum nauðsynlegar. Þetta áhugavert og þú ert að segja að sjá það sem ekki sýnilegt og gera það sem að fólk taldi ekki mögulegt, að það hluti af leiðtogunum. Og ég veit að þú varst hjá B-Team, hvað var þetta langur tími sem þú varst í B-Team? Ég var 6 ár. 6 ár og þar ertu að vinna með leiðtogum hvaðan ef á og ekki síst úr atvinnulífinu. Hvernig breytti þetta sýnin á leiðtogahlutverkið? Hvernig þróaðist hún í gegnum þessa reynslu? Það mjög mikilvægt og fyrirgefa ef ég endurtek mig að þetta breytti ekki þeirri sýn sem ég hafði þegar við vorum að kenna saman í Háskólanum í Reykjavík að það búi leiðtogi innra með okkur öllum og mér finnst mjög mikilvægt að segja það því að leiðtogi ekki hlutverk, það nálgun, það eitthvað sem þú gerir frekar en eitthvað sem þú ert. En það sem ég komst að hjá B-Team, það var ansi margt en ef ég ætti að reyna að kjarna lykil lærdóminn þá komst ég til dæmis að því að hugrekki hópíþrótt. Hugrekki vex þegar við erum saman með öðrum sem eru hugrekkir og það minnkar þegar við erum ein eða óttaslegin. Þannig að hugrekki hópíþrótt og þetta ótrúlega mikilvægt að muna því að við verðum oft einmitt ef við erum í stjórnanda eða forystu hlutverki og hættum að hlusta og tengja við eins marga. Þannig að muna það að vera með svona hugrekki samfélagi kringum sig held ég að bara breyti öllu fyrir fólk sem langar að virkja sitt hugrekki. En hugrekki verður líka að koma með auðmýkt því að hugrekki án auðmýktar þýðir í rauninni hroki og hroki ekki eitthvað sem virkjar kraftin í öðrum. Þannig að auðmýktin gríðarlega mikilvæg en auðmýkt án hugrekkis hreyfir ekki við heiminum þannig að þetta þarf að koma saman. Svona samloka sem ég trú á. Síðast en ekki síst að þá komst ég að því allt sem okkur kennt í viðskiptamenntun og ég kenndi sjálf og lærði sjálf viðskiptafræði og stjórnun og rekstrarhagfræði og í svona MBA-námi og allt það. Að það eiginlega bara orðið svolítið úrelt. Allt sem okkur kennt bara hvernig við mælum árangur og hvernig við vinnum að því að leiða breytingar. Þetta bara mjög margt af þessu bara úrelt. Og ég kendi margt sjálf sem úrelt. Því í dag eru verkefnin svo gríðarlega krefjandi að við verðum einhvern veginn að nálgast forystu alveg með nýjum hætti. Og það byrjar með því að sjá málin sem við erum ofta að horfa á í svona súrheis
turnum, sjá þau sem miklu meiri, sko, hvernig þau eru öll tengd, hafa meiri heildarsýn og hvernig atvinnulíf, stjórnvöld og almenningur verða að vinna saman að þessum áskorunum. Það ekki lengur hægt að tala framsýna forystu í fyrirtækjum og stjórnvöld hafi ekkert hlutverk eða almenningur hafi ekkert hlutverk. Og af því að við erum á svona tímum þar sem traustið bara það minnsta sem hefur mælst á okkar líftíma og áskorunar þær stæðstu, þá eina leiðin til að ná árangri að leiða saman fólk bæði þvert á þessa aðila samfélagsins og þvert yfir málin. Við erum til þess mjög ofta að tala loftslagsmál án þess að tala náttúruvernd og 30% lausnin í loftslagsmálum kemur frá náttúruvernd, eða við erum að tala ójöfnuð eins og hann sé alveg ótengdur því að það sé lítið traust í heiminum, eða ég geti haldið lengi áfram. Við gleymum því til dæmis stundum að orkuskiptin eru líklegasta besta friðarlausn sem við getum farið á eftir í heiminum, því að menn eins og Pútín myndi ekki hafa nein völd ef að þeir væri ekki með óhreina orku og óhreinar leiðir til þess að nýta þau völd. Þannig að það svo margt sem að við einhvern veginn erum að horfa á í bara eitt púsluspil í einhverju heildarmynd sem við þurfum að fara að sjá miklu betur, bæði með öllum sem að þurfa að koma að málinu og sjá málefnin í eins mikilli heild og þau í reynd eru. Já, og mér finnst þetta áhugavert. Þú nú kennt mér margt gegnum tíðina, Halla, mjög margt, þannig að ég hef lært mikið af Höllu og við öll. En þetta svona nýr lærdómspunktur, hugrekkir hópíþrótt. Mér finnst þetta svolítið, þetta svolítið, opnar svolítið augun og leiður okkur að því sem þú ert að koma inn á ástandi í heimsmálunum. Það viðsjárvert og svona óvissu tímar framöndan í mörgum skilningi. Eitthvað sem við á Íslandi getum gert? Getum við nýtt einhver tækifæri eða gert eitthvað til að takast á við þessar áskoranir? Hvernig getum við beitt okkur? Já, ég ætla ekki að fara að telja upp hvað blasir við á heimsviðinu, en ég bara veit við vitum það. Þetta eru fordæmalausir tímar, svo við ofnotum það orð. Áskorunar eru margar og flóknar og við förum auðvitað ekki varhluta af því hér heima. Við þurfum að horfast í augu við bæði innan samfélagsins og á heimsviðinu mjög breytta og mjög krefjandi tíma. En það eru svona tímar sem geta líka framkallað það besta í okkur. Og ég vil meina systurnar Segla og Sveigjanleiki, sem eru svona íslenskar systur, séu algjörlega okkar styrkleiki á Íslandi. Einmitt í svona aðstæðum þá þarftu hvorutveggja að halda Seglu og Sveigjanleika, og ef þú nota móður þeirra sköpunarkraftin, Egill nefndi hann, eða sköpunargáfuna sem okkur líka öllum gefið, ef þú notar þetta þrennt á svona tímum þá tel ég að Ísland geti verið land lausna, einbeitt sér að því að sýna hvað mögulegt í heimi sem að oft virðist orðinn ansi ómögulegur, og ég held að stæðstu tækifærin þar sé ekki síst á sviði jafnréttis, þegar að við erum með þá forystu og þá virðingu sem við njótum á því sviði, og þá finn ég það núna hversu mikið leita til okkar í því bakslægi sem eiga sér stað í kringum þau mál, að það bara horft til okkar, hvort sem að ég var í Japan í vor eða Kanada núna í ágúst, á leiðinni til Kína og stóru jafnréttisráðstefnuna þar sem Vigdís talaði á fyrir 30 árum síðan. Það horft til Íslendinga okkar forystu þarna, og ég held að við höfum að halda fram að taka utan þetta og átt okkur á hvaða styrkleiki þetta og hefur verið fyrir okkur og mun verða áfram ef við stöndum verðum þá. Svo þreytist ég ekki á að tala jarðvarmann, en í orkuskiptunum að þá jarðvarminn eiginlega það sem að vantar inn í púslið. Við getum leyst svo ótrúlega margt og það orðið ódýrara með því að nota vind og sólarorku, en þá vantar okkur það sem á ensku kalla baseload, eða getuna til þess að vera með stöðuga orku til þess að reka til dæmis iðnað og framleiðslu og ýmislegt annað. Jarðvarminn býr það til. Jarðvarminn líka lausnina því að umbreyta öllum borgum heimsins úr því að nota hita og kælingu sem byggð á olíu og gasi yfir í lágjarðvarma nýtingu sem getur bæði kælt og haldið fólki hlýju, og þetta þarf bara að eiga sér stað á tiltölulega skömmum tíma. Þannig að ég sé jafnrétt og jarðvarma sem alveg ótrúlega mikilvæga styrkleika hjá Íslandi, og vona að við reynum að vera landlausna á því og bara yfir höfuð, og svo bara skapandi greinar yfir höfuð. Ég alltaf að sjá í mínu starfi síðasta ári sérstaklega hvað við erum rík af sköpunarkrafti og hvað margt stórkostlegt að gera þar, frá tónlist til leikhús til allra mögulegra tegunda listsköpunar og auðvitað nýsköpunarumhverfi, þar sem við erum að gera frábæra hluti. Þannig að ég hef engar áhyggjur af framtíð Íslands ef að við
ef við pössum okkur ekki að lenda í þeim spíral sem að eiga sér stað víða í kringum okkur og líka inn í okkar samfélagi þar sem að við tökumst meira á heldur en við finnum það sem saminar og styrkur fyrir okkur. Það að draga orkun okkur og draga okkur inn í ótta og óttin sko alveg örugt bóluefni gegn hugrekki. Sko, og hugrekkið eina svarið við óttanum eða það að segja hugrekki og gleði held ég sko. Og þannig að ég held að ég óttast ekki óvissuna, hún bara komin til að vera, við þurfum bara að nota seglun og sveigjanleikana og sköpunargáfuna til að mæta honum, en ég óttast óttan og óttin að vaxa. Sem áhyggjuefni vissulega, en ég heyrði þið segja að þetta svona svolítið við stöndum keik, við erum stolt en gjafmild líka og gefum á okkar gjöfum. Já, sko, okkar elsti arfur tungan okkar og okkar geta til að segja sögur. Ef þið hugsið það, við erum fyrst til þess að skrá þær og segja þær sem þjóð. Þetta alveg magnaður arfur sem við fengum og við erum enn að gera það mjög vel. Hugsið ykkur ef við reynum ekkert endilega að halda að við þurfum að bjarga heiminum, sem ég held að okkur einum og sér ekki fært að gera, það þarf alla til þar líka. En ef við höfum hugrekki til þess að standa í styrkleikum okkar og segjum vel sögurnar af þessum styrkleikum, þá getum við hreyft við heiminum með hættir sem að lítið samfélag á stærð við okkar getur held ég ekki gert eins vel með neinum öðrum hætti. Og við höfum góða sögu að segja og sérstaklega á þessum sviðum sem ég var að nefna en mörgum öðrum sem við höfum eftir að uppgöta en þannig ég trúi í rauninni á að sagnahefðin okkar sé hún sett saman við sköpunargáfun okkar, segluna og sveigjanleikan, þá sé okkur bara, þá getum við gefið heiminum heilmargt og verið einhvers konar viti eða jafnvel ljós í myrkrinu sem að mörgum finnst vera umlíkja okkur á heimsviðinu. Algjörlega. Og þarna ertu komið með 4 viki 5S. Ég vildi ekki vera að glósa, sko. Seglan og sveigjanleikin, ég elska þessa systur og móðir að sköpunargáfun, svo heyrði ég samheldnin líka í viðbóti sögurnar. Já, ég myndi segja að þetta eitthvað sem við verðum aðeins að ræða og ég ætla bara að ávarpa þetta vegna þess að ég held að við séum öll að takast á við þetta bara jafnvel við matarborðið heima hjá okkur, á vinnustöðunum, á samfélagsmiðlunum, í samfélaginu að átökin okkur eitthvað svo nærtæk og það ég hef verið að tala fyrir því, ég get búið til 1S í viðbót að við búum til ég hef verið að tala fyrir því að við búum til skjólbelti fyrir börnin okkar og unga fólki vegna þess að ég held að við erum ekki bara að valda andlegum skaða með þessum meðaltals 9 klukkutíma á dag á símaskjá og það bil 5 á samfélagsmiðlum. Við erum ekki bara að valda skaða á andlegri heilsu, heldur líka samfélagslegri heilsu á lýðræðin okkar, en líka heilaskaða. Það að koma mjög alvarlega rannsóknir fram bara að við erum bara búin að ræna heila kynslóð og jafnvel okkur sjálf, við erum sannarlega ekki góðar fyrirmyndir þegar kemur á þessu, getuna til þess að taka við upplýsingum sem hreyfa við okkur og geta stoppað áður en reiðin bara flæðir í gegnum fingurna á lyklaborðinu. Eða þessi tilfinningarlegu viðbrögð sem við verðumst í vaxandi mæli eiga svo erfitt með að ráða við og börnin okkar eru jafnvel bara búin að missa og svarið okkar oft bara að setja þau á lyf eða skamma þau eða refsa þeim eða eitthvað annað en við erum í rauninni búin að setja bara fíkniefni í lófan á börnunum okkar. Þau hafa aðgang, okkur dytti ekki í hug að setja spilakassa inn á leikskóla eða grunnskóla en þau eru með spilakassa í lófanum. Okkur dytti ekki í hug að vera með klámmynd á vídeómyndbandi fyrir úrlinga í skóla en þeir eru í frímínúndum að áhorfa á klám og ég geti haldið lengi áfram en það bara við erum búin að setja í lófan á börnunum okkar eitthvað sem hreinlega í barnaverndarlögum að við eigum að venda þau fyrir fjárhættu, spilum, klámfíkn og öðru. Þannig að við þurfum að mynda eitthvað skjól. Ég ekkert endilega að tala fyrir boðum og bönnum því við þurfum að hugsa hvað að koma í lófan í staðinn. Hjá dótturum minni, mér gaman að segja þessa sögu, við fórum í skipuð mörk í kringum samfélagsmiðla og skjái í byrjun ás. Hún búin að lesa 112 bækur. Og þú veist, ég hef ekki trú, þetta ekki krakki sem las, hún 22 í gær, gleyma að telja. Takk fyrir, og búin að lesa 112 bækur. Þetta búið að breyta lífinar að setja sér eitthvað mörk og ég búin að heyra svo margar sögur og við sjáum líka rannsóknir, bara einhvernir lagast, líðan lagast. Þannig ég held við þurfum að setja skjól í kringum börnin okkar og við þurfum að setja okkur sjálf eitthvað mörk. Við þurfum að ákveða að tæknin og það sem hún færir okkur þjóni mannkyninu en ekki öfugt og í dag tæknin og allt sem á henni að byggja frá samfélagsmiðlum til gervigreindar
oft að koma á kostnað þess að við getum setið í mennskun okkar, að við getum átt eðlilega samskipti, að lýðræðið fungeri eðlilega og svo framvegis og við eigum að setja okkur eitthvað skjólbelti fyrir þessu þannig að okkur takist að tala saman og vinna að þeim fjölmörgu úrlausnarefnum sem blasa við í okkar samfélagi og í heiminum. Við þurfum að vera í lagi sjálf til að geta það. Og þú ert alveg að taka utan mannlegu hliðina á okkur öllum og börnunum okkar. Rækta hana. Já, og svo ég mjög hrifin að því að bara við hlustum aðeins meira á unga fólkið og Þú gerði það svolítið í kosningabaráttunni þinni. Segðu okkur frá því og þú lagt áherslu á þetta líka í þínu starfi. Hvað það? Ég held að við getum ekki kallað okkur leiðtoga eða tala að vera í forystu ef að fólkið sem á að taka við því hvernig við stöndum okkur fær ekki sæti við borðið. Hvernig getur þú sagt að þú sért í forystu til framtíðar ef að þau sem að taka við ástandinu sem að þú skapar fá ekki einu sinni sæti við borðið. Þannig að ég hef bara þá trú að það sé kynslóða jafnrétti í því að þau fái að vera við borðið og fá ekki bara að vera til skrauts heldur séu valdeld. Svo hef ég séð, og sérstaklega í starfum minni hjá B-Team, hvernig unga fólki opnar hjörtu eldra fólksins. Að það orðið svo mikið kynslóðagata á þessum tímum sem að við erum búin að fara í bergmálshella, hver kynslóð í eigin bergmálshelli, hver hópurinn af samfélagsins í eigin bergmálshelli, þannig að það er að verða svo mörg göt í samfélaginu og sérstaklega hugsa ég þetta kynslóðabil. Og ég bara sé það að fóstur og stórfyrirtækja eða þjóðarleiðtogar það opnast eitthvað nýtt rými í þeim þegar að unga fólkið fær að spyrja spurninga, fær að tala við þau og ég sá það gerast í mínu framboði, ég sé það gerast aftur og aftur á Bessastöðum þar sem að ég oft dreg fólk saman úr ólíkum áttum til að eiga samtal og vonandi leggja grunna samstarfi og þá unga fólkið svo ofsalega oft með lykilinn að því að við opnum einhverjar aðrar vittir í okkur, langtímasýnina, umhyggjuna, ástríðuna, hugrekkið, allt þetta sem ég held að við viðskiptafræði námið allavega ber dálítið niður í okkur, satt að segja. Ég komin að næst síðustu spurningunni, ég held ég viti svarið við henni og hún stutt og laggóð. Ertu bjartsýn á framtíðina? Já, ég tileinka mér þrjóska bjartsýni samt, ég skal alveg viðurkenna það því að ég sé alveg hvað að gerast, en ég hef svo mikla trú á manneskjunni. Við erum að fara í gegnum alveg ótrúlega krefjandi tíma en út úr svona krefjandi tímum í eigin lífi, í þeim fyrirtækjum sem ég unni með, í þeim þjóðfélögum sem ég kynst, kemur þessi S-kurva, ef við halda áfram S-in. Þeir eru alveg í botninum og þetta er vel rannsakað í nýsköpunarsamfélaginu, þeir eru alveg í botninum og þá það því að það að koma þessi S-kurva upp, þú ert að fara í nýjan vaxtarferil. Þannig að við erum í vaxtarferli sem einstaklingar, sem samfélög, sem heimur. Ég veit ekki hvort þetta muni takast á þeim tíma sem að ég myndi vilja að þetta tækist á. Ég tæka til að valda ekki næstu kynslóð alvarlegum skaða á mörgum sviðum, en ég algjörlega sannfærð að lausnirnar eru til, ég sé það út allt. Sjálfboðakrafturinn og sköpunarkrafturinn í okkar samfélagi ótrúlegur. Ég vildi óska þess að það væri endurspeglað betur til samfélagsins heldur en það sem ég til dæmis fæ að sjá á hverjum degi, að við fengjum að sjá meira af því. Við fáum að sjá svo mikið af því sem að og við fáum að sjá svo lítið af þessu stórkostlega sem að gerast. Og þannig að ég sé bara að það allt í staðar. Fjármagnið líka til, við erum svolítið mikið að vilja beina því núna í öryggi og varnir og aðeins að gleyma orðinu friður og samtal og samstarf og ef við bara horfum á öryggi og varnir líka sem skjólveggi fyrir börnin okkar, líka sem friðarsamtalið, líka sem það að okkur sé kleift að mæta til leiks með allar þessar lausnir og með allan þennan sköpunarkraft, allan þennan sjálfboðakraft sem að mér finnst aldrei einstakur hérna á Íslandi, að þá erum við hérna örugglega að fara að sýna einhverja nýjar og spennandi leiðir og vonandi hjálpa heiminum að taka þær nógu hratt upp til að allir aðrir, að við getum gefið unga fólki nokkað von. Þau aðeins að missa hana og það veldur mér áhyggjum. Og eina leiðin sem ég kann til að gefa þeim hana að leyfa þeim að sitja við borðið og fá að taka aktíft þátt í að móta þessa framtíð. Og ég ekki frá því, ég bara einhvern veginn bjartsýn á framtíðina eftir þetta innlegg. Er þið ekki sammála? Þetta bara blæs manni byrja brjóst. Allra síðasta spurningin með leyfi fundarstjóra og ég ætla að koma S-i inn í þessa spurninga. Halla, ef þú ættir sprota, svona töfrasprota og gæti bara einhvern veginn í einu vettvangi breytt hverju sem í heiminum. Bara veifa sprotanum þínum og þú búin að breyta ykkur.
Sko, þú þekkir mér nú svo vel að þú veist að ég norna Vestfjörðum sko, þannig að ég á svona sprota. Já, ég sé. Nei, hérna gæti nú verið að Þórarna kemur með einhverja svona spurningu. Galdra svarið, galdra sprotin. Ég myndi beina honum að hjörtum okkar. Ég hef, til að opna þau, ég hef aldrei hitt manneskju með opið hjarta sem ekki sammála að langa til þess að skilja heiminn eftir betri fyrir börnin sín heldur en sá sem eða allavega jafngóðan, helst betri heldur en veruleikin sem blasir við. Þannig að ég held að það eina sem að í rauninni þurfi til, ég held að vandamálun okkar sé ekki okkur skorti tæknilausnir eða lausnir yfir höfuð eða fjármagn, okkur skorti þessar mannlegu lausnir og ég held að leiðin út úr þessari miklu óreiðu liggi inn á við að við opnum okkar öflugasta og minnst æfða vöðva, hjartað. Þannig að ég myndi beina honum þangað. Þetta voru falleg lokaorð Halla. Takk kærlega fyrir, þú komst í hjartaði mér. Takk kærlega. Takk sem við leiðis. Gangið vel. Takk ykkur innlega vel fyrir, þetta var rosalega inspirerandi, takk fyrir. Við í leikhúsinu vinnum líka við að við köllum það ofta að við vinnum við að þjálfa, minnst þjálfaða vöðvann, það hjartað. Og efla það sem við köllum empatíuna eða samkenndina með Ástu Sólili eins og Halldór Laxness kallaði það. En við ætlum að halda áfram með þessa fínu dagskrá í dag. Næstur á svið Willum Þór Þórsson. Sko, þetta maður sem hefur prófað ýmislegt. Hann hefur verið stjórnmálamaður, kennari og þjálfari og leiðir nú ISI með brennandi áhuga fyrir heilbrigðu samfélagi. Þetta ansi fjölbreytt ferilskrá sem sameinast í foraustu sem byggir á reynslu, ástríðu og samfélagsábyrgð. Ég ætla að fá að vitna í annan mann frá Shakespeare en hann var til, það var Júlíus Caesar. Hann sagði nefnilega misnotkun valdsins þegar það aðskilur völd frá samvisku. Ég held að við séum sammála að Willum leiðir með samvisku. Gjörðu svo vel. Forseti, fundarstjóri, kæru vinir. Það svo gott að hlusta á forsetann, fara yfir hlutina, ég svona að reyna að rífa mig í gang. Og mér finnst það yfirleitt betra að hlusta heldur en að tjá mig og tala. Ég veit, ég trúi því ekki, hvað var þessi maður þá að gera í pólitík. Og ég segi nú stundum þegar ég að mentora til að mynda þjálfara, segiði meira og taliði minna, þá fæ ég þetta alltaf í andlitið. Hvernig fórst í gegnum pólitík, eins og við eigum alltaf að vera að tala. Það oft betra að hlusta. Ég hugsaði alveg hvað ég ætti að segja þennan ágætu hóp. Á hverju ég hér? Ég velti því alveg fyrir mér. Og það ekki laust við að ég hafi fengið svona framistöðukvíða. Mér líður eins og ég sé í landsliði forystufólks þjóðarinnar og ég það alveg knýjandi þörf að segja eitthvað og skilja eitthvað eftir. Og það bara býsna mikið áreiti á hugan þegar svona líður að því. Mér líður ekki illa hérna uppi. Þvert á móti, mér finnst alveg ótrúlegur heiður að fá að vera í þessum hópi sem hér í dag. Að fara yfir forystu og framsýni og í þessu þjóðfélagi og þessum heimi sem við lifum núna, sem einhvern veginn allur á hreyfingu, stútfullur af óvissu, miklum óróa, gríðarlegu áreiti, ekki síst á okkar unga fólk, eins og forsetinn fór vel yfir hér áðan. Og þá velti maður því fyrir sér í nýju hlutverki forseti ISI, íþróttahreyfingin. Hvað getum við gert? Getum við verið hreyfiafl? Og
niðurstaðan og svarið já, svo sannarlega. Erum við að nýta íþróttahreyfinguna meðvitað og markvisst? Svarið mitt eiginlega nei. Og það kannski svolítið áfall. Af því við kannski höfum þá trú að íþróttahreyfingin sé virk, hún gerir margt mjög gott og frábært. En við getum gert betur. Ég ætla bara að nefna dæmi af því að við nýtum mikið gildi. Að vera í íþróttum, að vera í forystu í íþróttum, þar meiri vettvangur tilfinninga heldur en kannski annað sem við gerum dagsdaglega. Aðrar skipulagsheildir eða liðsheildir sem við erum hluta af. Og þannig að gildin verða oft mjög áhrifarík. Ég ætla bara að nefna dæmi að Ólympíuhreyfingin, Peter Coubertin, sem að setti Ólympíuleikana af stað aftur og þar síðustu öld, kom með góð gildi sem við þekkjum öll, hraðar, hærra, sterkar. Þetta afreksmiða. En þetta samt, inntakið í því að við gerum öll okkar besta og náum því besta fram í okkur sjálfum þegar við tökum þátt. Og það auðvitað megin hlutverk leiðtoga að virkja einstaklingin með í átt að einhverju marki. Það kúnst og það kúnst að leiða heilan hóp í þá átt, að ég tala um 200.000 manna hreyfingu. Ólympíuhreyfingin hefur áttað sig á því með sterkum leiðtogum að þessi 3 gildi, þau ná ekki alla leið. Þannig að nú búið að bæta við 4. gildinu, sem saman. Together. Þannig að það hraðar, hærra, sterkar saman. Það þessi tilfinning sem við öll höfum núna í þessum heimi eins og hann að við náum ekki að áorka því sem við viljum. Mæta þeim áskorunum sem að blasa við heiminum, nema að gera það saman. Og það kannski þetta sem ég á við þegar ég að tala um íþróttahreyfinguna sem hreyfiafl. Ég hérna með einhverjar hátt í 30 glærur. En það var bara vegna þess að ég hugsaði, ef ég kem á þetta svið og horfi í augun á þessu frábæra fólki, forystu fólki, íslenskri þjóð, sem að breyta heiminum, og get svo ekki sagt þeim neitt, þá hef ég allavega glærur. Og ég að reyna að finna það út hérna hvernig maður flettir glærunum. En ég ætlaði að reyna, þarna kemur eitthvað sem kann eitthvað. Ég ætlaði að reyna, á hvað ítir maður hérna? Píluna hérna. Já. Ég ætlaði nefnilega að reyna að fara með ykkur í gegnum söguna. Ég nefnilega ofsalega trú á hefð og arfleifð. 1912, þetta allt kallarendar, Axel Vaff Tulinius, ég ofsalega stoltur af því að fá að vera þarna. Þarna var þjóðaríþróttin glíma. Þetta undirbúningur fyrir Ólympíuleikana 1908. Lengst í vinstra á þessari mynd Jóhannes Jósefsson sem stofnaði Hótel Borg. Var fyrsti formaður UMFÍ. Þarna kynntum við glímu á þessum Ólympíuleikum. Þetta Ólympíuleikarnir í Stokkólmi 1912. Það sem sameinaði þessa kalla voru eins hattar. Og það var með ráði gert. Fór í sitt fínasta púss. Og þarna verður íþróttahreyfingin til. Þetta aðdragandinn af stofnun á Íþróttasambandi Íslands. Íþróttastarfið á Íslandi ofsalega viðamikið. Tilgangur og markmið í þessi. Ég ætla bara að draga eitt fram. Ég setti þessa glæru, hún vond í fræðunum, en það sem vantar algjörlega þarna eru forvarnir og lýðheilsa. Það bara ekki til. En það það sem við erum og við þurfum að vera það sem við gerum og gera það sem við erum. Miklu meira, því að íþróttir eru áhrifamikið afl og ég veit að þið í ykkar störfum, þið nýtið margt úr íþróttum. Og ég get alveg sagt það hér, af því að það búið að henda mér út af þingi,
Sjáðu hvað þetta er flókið, skipulag. Að í heilbrigðisráðuneytinu ég hugsa hvað á ég að gera, hvernig á ég að eiga við þetta kerfi, 500 milljarða kerfi og það stækkar á hverju ári kannski, ég á ekki vera að flagga svona tölum, en einhverja 20 milljarða án þess að nokkur pólitíkus taki nokkra ákvörðun. Heitir laun og bundi verðlag. Ég held að fólk átti sig ekkert á þessu, þetta mun bara stækka og það er heilbrigðisáskorunum sem horfist í augu við getum ekki lagt það allt á heilbrigðiskerfið. Það drukknar. En við getum öll saman í gegnum alls konar stutt við heilbrigðiskerfið. Ég sagði í heilbrigðisráðuneytinu, ég veit að fólki fyrst fannst þetta mjög skrítið. Af því ég er nú bara að sýna fram á þarna, íþróttahreyfingin, þetta eru yfir 200.000 manns með snertiflöt við allar fjölskyldur í landinu. Við höfum að setja forvarnir og lýðheilsu og oddinn í gegnum íþróttahreyfinguna. Og allar stofnanir, fyrirtæki, atvinnulíf í landinu. Það vill til að sérsamböndin eru jafnmörg og þau eru jafnmörg, sjáðu hvað þetta er flókið. Þetta er svona eins og við ætluðum að sameina sveitarfélög. Það er svakalegt. Svona er þessi mynd. Og hvað ætlað þú að gera, Vilhelm minn? Hvernig ætlað þú að ráða við þetta? Hvað ætlað þú að gera? En við verðum að virkja þetta í gegnum fólkið, í gegnum hreyfinguna, en við þurfum að fá stjórnvöld við og allt samfélagið. Atvinnulíf, stofnanir og alla. Og við erum byrjuð að vinna með þetta, af því ég trúi því að þetta sé hægt. Þetta er Ólympíuhreyfingin, hún er líka alþjóðasamstarfið, það er mjög flókið. Þeir eru konur á undan okkur samt og við getum mikið af þeim lært varðandi það að nýta gildin. Sjáðu þið, þetta er ekkert lítið, en það vill til að það eru 35 stéttir á Landspítalanum, starfsleyfisskyldar stéttir á Landspítalanum. Og það eru 35 sérsambönd, þannig að þetta er hægt. Ég trúi því allavega að ég hef gert eitthvað. Þarna getum við séð þetta horfum við á þetta, en við þurfum að virkja fleiri. Framtíðarsýnin er til, en ég trúi því að við þurfum að setja forvarnir og lýðheilsu á oddinn. Og trúiði mér, ef við setjum forvarnir og lýðheilsu á oddinn og vinnum öll að því, alla ævi, í síst fyrir börn og unglinga, í gegnum íþróttirnar og út í samfélagið, þá munu stórkostlegir hlutir gerast. En við erum ekki að vinna að því sem þjóð í dag. Við erum ekki að nýta íþróttahreyfinguna þarna. Þannig að það vantar það líka hér inn. Ætla ég að skrifa þetta bara í íþróttamiðstöðinni inn í Laugardal? Nei. Ég ætla að fara og við hjá ISÍ og hjá UMFÍ og við höfum fundað, við erum að fara af stað með grasrótar stefnumótun. Og þið ætla að taka þátt. Og þarna verðum við líka að hugsa í farsæld og velsæld. Allir með. Ég hef bara farið yfir þetta, við erum búin að vera með alls konar verkefni til þess að reyna að virkja og þið þekkið sum þeirra og sum þeirra virka bara mjög vel. Ég er komin hingað sko. Það er kannski þetta sem ég ætlaði að segja. Ég þarf að finna þennan kall. Og af því að við höfum að vera það sem við gerum og gera það sem við erum. Og við höfum að vera stolt af því að íþróttir eru vettvangur tilfinningar. Við getum leyft okkur aðeins með. Sumir, ég trúi því alveg að sumir viðurkenni það að held að ég væri pínu skrítinn í ráðuneytinu þegar ég kom þangað. 70 manns, ótrúlega hæfileikaríkt fólk sem vil leggja mikið á sig. Við erum með 7.000 manna spítala og við erum með rosalegt umfang og ég hugsaði hjartað í kerfinu. Það er alltaf verið að tala um hjartað í kerfinu. Það er hver? Það er sjúklingur. Og við erum alveg ótrúlegar starfsstéttir í heilbrigðiskerfinu og það sem að ég var alltaf að hugsa, hvað einkennir þetta fólk? Það er rosalega sterk fagvitund. Það er mikið nám, ég er ekki að fara að segja skurðlækninum hvernig hann á að skera mig ef ég þarf inngrip. Og þessi fagvitund, það er þetta að nota hana. Ég sagði í ráðuneytinu, hvað eru við? Við erum liðið á bakvið liðið, við notum þetta í íþróttum. Ef að leikmennunum líður vel, þá spilar hann vel. Ef að fólkið sem að sinni sjúklingunum, ef að því líður vel og okkar hlutverk er að láta þeim líða vel eða leggja okkur fram það, þá sinnir hann hlutverkinu betur. Og þetta var bara svona mantra.
Og þannig verðum við einhvern veginn sameiginlega að skapa sýn á hver við erum, hvað við gerum og hvert við ætlum. Og íþróttir eru mjög sterkar í því. Og íþróttir, ef eitthvað annað sem ég tek með mér úr bakgrunni, íþrótta, þá er að segla. Þeir eru bara hent út í alþingiskosningum, ég tek hérna dæmi. Ég er rosalega tapsár. Þetta er mjög erfitt. En þú verður bara, það eina sem þú veist, að þú verður að finna eitthvað annað til þess að fá bara útrás fyrir orku. Það er ekkert sem heitir að leggjast í kör eða fara að velta sér upp og vandræða með einum tapleik. Þú bara getur ekki beðið eftir að komast í næsta til að leiðrétta tapleikin. Og það er eina hugafar sem gildir í íþróttum og það er svo sterkt. Og það er svo sterkt í forystu og það er svo sterkt þegar þið vinnið með fólki. Og það má vera bara svolítið ástríðufullur. Þetta, við þurfum líka að læra að miðla upplýsingum. Við höfum frábæra krakka og unglinga. Þetta var núna í Norður-Makedóníu bara fyrir örstuttu síðan. Geggjaðar stelpur tóku brons á Ólympíuleikum. Svakaleg framtíð. Ég hef bara ekki komist í tæri við heilsteyptari hóp. Strákarnir unnu Þjóðverja í úrslitaleik. Sama aldri. Ótrúlega flottur hópur og heilbrigður. Við eigum að nota þetta á þessum bestu stundum. Þá finnum við kraftinn og ef við bara setjum forvarnir og lýðheilsu í forgang og förum öll að hugsa og fáum stjórnvöld með okkur. Og þegar ég segi stjórnvöld, þið hugsið ykkur, ég er búinn að vera ykkur að 5 mánuði og mér finnst í eiginlega allt sumar ég hafa talað 3. Það er brennivín, veðmál og skatta. Og mér langar svo að vera þarna, skapa augnablikin. En við verðum líka alltaf að vera tilbúin í vinnuna til að augnablikin verði svona. Og ég ákvað, ekki hægt að setja hljóð á þetta? Hvernig setur maður hljóð á þetta? Það er nefnilega dagur þjálfarans í dag. Þá ákvað ég að spila þetta. En þetta er líka þessi hugmynd. Júrópaskar, við erum á leiðinni aftur! Hrafnhildur Lúthersdóttir í öðru sæti. Ísland getur farið að fagna sætinu á EM, 7 leikir, 7 sigrar, 33 mörk. Hún kemur hér á fleygiferð, koma svo hann í takt. Þetta er búinn, dómari, sko mína dómari. Þetta er búinn, maður! Yes! Arnór Ingvild Traustason! Guðmundur Guðmundsson er ólympíumeistari. Þórir Hergeirsson vinnur Evrópugull í 3. skipti. Dagur Sigurðsson og Þjóðverjar eru Evrópumeistarar. Sko þið finnið alveg að þetta er rosalegur styrkur, þetta er ofsalegt afl. Og sko ef ég hef framtíðarsýn og hún er ekkert, ég gæti ekki kannski sagt hann eitt eða fangað hann í orðum nægilega sterkt til að koma því sem ég er að hugsa til ykkar, en þá er það þannig að við setjum alla fókus fram í tíman með allri þjóðinni í gegnum íþróttir á forvarnir og lýðheilsu, þá mun afreki spretta af því og við þurfum bara umgjörð þar og þá munum við fjölga svona áhrifastundum sem eru svo mikið styrkur og afl fyrir þjóð, af því ég fór aftur í tíman, glímukappana og það. Þetta er ótrúleg saga sem er samofin sjálfstæðisbaráttu okkar þjóðar. Það er afleiðin. Og íþróttaafrekin, þau eru nánast í tímalínu með stofnun lýðveldis. Og þetta er alveg ótrúlegt afl og styrkur. Og ég veit að þið nýtið í ykkar störfum í forystu. Takk fyrir mig.
Þetta er rosalega góðu morgun, sko. Þið finnið það. Það er ekki ofta að við upplifum svona stórar tilfinningar, hvað á fætur öðru. Það er gott að heyra í ykkur. Það er rosalega gott að koma saman og fá að hlusta á fólk sem inspirir okkur og opna gáttir. En við þurfum líka að geta að tala saman, okkar á milli, og þess vegna viljum allir bara taka hálfleik. Er það ekki líka gott? Og við ætlum að taka svona 15 mínútna pásu og svo hófum við ykkur aftur saman inn, þannig að við sjáumst eftir hálfleikinn.
Eldur Ólafsson jarðfræðingur, frumkvöðull og fjárfestir sem hefur stofnað, byggt upp og leitt fjölmörg verkefni í auðlindageiranum. Hann sér tækifæri þar sem aðrir sjá óvissu og spyr sig einfaldlega af hverju ekki. En eins og Einstein sagði, ímyndunaraflið mikilvægara en þekkingin. Það eldur í hnotskurn. Gjörðu svo vel. Ég ekki eins og þetta haldið fyrirlestur eftir þessu orð. Einstein, Eldur Ólafsson. Jæja, kæru ráðstöðu gestir, stjórnvísi, takk fyrir að taka á móti mér. Ég heiti Eldur og ég fer fyrir fyrirtæki sem heitir Amarok og ég mun ætla að ræða ykkur svo sem ekkert sérstaklega Amarok. Ég ætla að fara aðeins yfir mig sjálfan, minn farveg sem forystumann í þessu félagi. Ég ætla aðeins að ræða við ykkur físíska heiminn sem keppir við internetheiminn, appheiminn, AI-heiminn og stöðu Íslands í þessum físíska heimi versus internetheimsins. Mér finnst það mikilvægt að því að núna, hægt á bítandi eins og þið heyrðuð að forseti vor ræddi áðan, þá erum við farin að geta að tala það hvað tækni hvað hún að skila og ég held að það skipti máli fyrir okkur Íslendinga að ýta undir þá styrkleika sem við höfum í þessum físíska heimi. Bakgrunninn minn sá, hann frekar einfaldur. Ég fæddur uppalinn í Biskupstungum á fjárbúi og hrossaræktarbúi og meðferðarheimili. Bjó þar þangað til 15 ára gamall. Foreldrar mínir ráku meðferðarheimili fyrir börn og unglinga. Fórum 200 börn sem voru áttu annað við vímuefnavanda, stúlkur sem lentu í syfjaspelli og alls konar vandamál. Var í meðferðarheimili frá 1979 og unnu þar starf. 80% af þessum börnum, 200 manns, núna skattborgarar á Íslandi. 2 ára meðferð sem snerist ekki það að taka sálfræðitíma og velta því fyrir sér hvernig þið líður, viltu svara þessari spurningu inni. Nei, hún snerist það að vakna, ganga frá herberginu, fá okkur morgunmat, ekki rífast yfir morgunmatnum, fara í skólan, sem við kannski ekki gert í mörg ár, klára samræðuprófin, komast í menntaskóla og fá einhverja gjöfin í lífi. Ég sjálfur fór í annan skóla, var gjörsamlega dýrvitlaust í þeim skóla, gerði mjög lítið að læra nema ég var ýtt undir það. Var að sjálfsögðu mjög hræddur við foreldrar mína þegar koma foreldrar viðtölum og rétt svona náði mér að gera einhverja vinnu fyrir það. En það leiddi mig út í það að þegar ég var 15 ára gamall, þá var ég með fyrirmynd í lífinu sem var faðir minn sem hafði verið atvinnumaður í handbolta. Móðir mín var kvennalistokona, gjörsamlega óþolandi til fólk til hópa. Þarna var ég einn á kvennalistafundum, það voru 3% af þjóðinni sem trúðu á feminista. Ég veit að þið öll í dag eru náttúrulega alveg yfir því. Þá var ég með kvennalista barmerki, alveg bara, við vinirnir, tókum þetta allt fyrir. Þannig að mér var látin hugsa hluti á móti straumnum mjög snemma. Því ég veit það, konurnar í þessum hópi veit ekki hversu gamlar eru allar, en flesti voru ekki á þessum ranni. Það erfitt að fylgja ekki straumnum. Og það hlutverk leiðtoga. Það framsýni. Að taka langtíma sýn á eitthvað, stundum klikkar það, oftar en ekki, en það að reyna að taka langtíma sýn og draga með sér fólk inn í þá langtíma sýn að því þú telur að segja rétt. Vandamáli við heiminn sem við stöndum frammi fyrir, forystumönnum eins og Merkel, íslensku forystumönnum, að við erum farin að nota samskiptamiðlanir og skoðanakannanir til að taka afstöðu hvaða ákvörðun við ætlum að taka. Þá það ekki að leiða neitt. Það hættulegt. Ég náttúrulega að gera að tala mest svona því ég reyna að réttlæta þessa sjálfsæfisum mína sem hefur verið fyrir erfið, en snemma þegar ég var 15 ára gamall þá ætlaði ég að vera körfuboltamaður. Því miður þá fæddist ég með klumpfót og ég var frekar lélegur í körfubolta, Snorri við það. Þannig að ég fór mest í körfubolta í KR að snerist það að ég spilaði sem minnst körfubolta og slóst sem mest inn á vellinum, en það þarf alltaf að vera einn og einn ruslakall inn á vellinum.
En það gerði að verkum að ég meiddist og ég fór ekki svona löng meiðsli og ég ætlaði mér að komast í háskóla, körfubolta og þetta klikkaði allt. Ég var bara ekki nógu góður og hafði ekki líkamlega getu til þess. Og það áspæðist ég út í jarðfræði og það fannst öllum það mjög fyndið því að þessum tíma munið 2005 þá ætluðu öll að vera bankamenn, Auður Kapital komir fram á nánast í. En ég fór í jarðfræði. Og ég gæti sagt ykkur þessu að ég fór í jarðfræði því ég svo frábærlegur í jarðfræði, ég sá þetta allt fyrir, nei það var ekki málið, ég fór í jarðfræði, það var svona tiltölulega auðvelt að komast þar inn og þetta var svona fyrsta ári gat ég klára þetta og svona komist í ykkur aðra greinar en ég fór í jarðfræði og það hlóðu allir vinnir mínir af mér, þannig að ég var nógu þrjóskur í þess að ég ætla að klára þessi jarðfræði og vinna það upp og gerði það. En svo gerast hlutir og í jarðfræðinu og fyrir það þá áttar maður að segja að krafturinn í jarðfræði, krafturinn í jarðsögulegum tíma, það er raun og veru krafturinn á bak við allan heiminn. Hvar er orka? Hvar eru málmar? Hvar eru landbúnaður? Af hverju eru fílar í Indlandi og Afríku? Og svo framvegis og framvegis og framvegis. Það er allt stýrt af forsendum jarðfræði. Af hverju er Ísland það sem það er? En ekki einhvers staðar annars staðar. Og jarðfræðin gef mér svona óleik að ég fór að hugsa mjög langt fram í tíma sem getur verið mjög erfitt, sérstaklega með á líf sem er bara vonandi til 70. En það gefur þau svona ákveðna yfirsýn eða hjálpa mann að fá yfirsýn til lengri tíma. Ég fæ starf hjá Geysi Green Energy, ég var frekar lélegur jarðfræðingur, ég fekk ekki góðar einkunnir úr jarðfræði, bara ennþá að reyna að vera kvöldmaður en fekk hjá Geysi Green Energy starf hjá honum Ásgeiri Margeirssyni að því ég kunni að sjóða saman rör, ég unnið við það upp í sveit. Og ég kunni að bora, ég kunni að vinna, mikið, lengi, klára að móka flór, klára heislátt. Og ég ætla að tala um það hérna og helsti mitt snýst vinnusemi, sem er eitthvað sem Íslendingar mega aldrei missa, því að það er það sem Vesturlandabúar er að missa. Við settum jarðhitavirkjanir út allan heim, Nicaragua, frá bara Suður-Ameríku upp í Norður-Ameríku, Þýskalandi, Afríku, þetta var gríðarlega skemmtilegt. Ég var auðvitað sendur í þetta alltaf því að það nefndi ekki annar að fljúga svo mikið. Mikið af stöðum sem klikkaði, við boruðum dýrustu jarðhitaborð í heimi í Þýskalandi sem var þurr. En við gerðum líka mikið af mjög góðum verkefnum. Ég endaði í Kína, þar sem ég fór í að byggja hitaveitur á Sinopec. Ég held að hún hallaði sig að fara að heimsækja það verkefni núna þegar hún fer í sína heimsókn, sem er ekki bara stærsta jarðhitaverkefni í heimi, heldur stærsta hitaveiti í heimi. Flestar boraðar holur og svo framvegis. Og þar áttaði mig á því, því ég var búsettur þar, að þá fannstu klukkuverk Kína, hvað skipti Kínverja máli, hvernig þeir geta verið með sín langtíma fókus og hvað þeir voru að velta fyrir sér. Af hverju er ríkisfyrirtæki í Kína selur frá sér helmingur auðlindan sinna til íslenskt fyrirtæki sem er varla gjaldfært? Meikar enga sens. Jú, það var að því að Ísland skipti þá á máli. Það er að því að norður siglingaleiðin skipti þá á máli. Það er að því að Grænland skipti þá á máli. Það er að því að málmar skipti þá á máli, orka skipti þá á máli og þar af leiðandi skipti þá á máli að búa til fríverslunarsamningu í Ísland og skipti þá á máli að vera með viðskiptasamband. Ísland voru hausinn, ég var einn anna, onni í skurðið að kenna ykkur kýfveri að sjóða og ég segi, herði, ég er búinn að vera hérna að drekka eitthvað mathæ hérna í veit ekki hvað lengi og hérna djöflast í þessu, ég ætla ekki að láta þetta en ég vissi ekkert hvað verið að gera. Ég kunni bara svona tæknilegt eðlis og var ágætlega góður í kjaftinum en kunni ekkert að fjármagna en einn slíkt. Þannig ég fekk til liðsumi aðila á þessum tíma þess að komi fjármagn og finna leið til þess að kaupa þetta verkefni úr þrotabúi hérna í Íslandi og leggja inn fjárfestingu inn í Kína. Og það eru gjaldþrot í Kína. Flestir sem eru joint venture í Kína, þeir tapa hrikalega, þeir Kínverjarnir fara oftast illa með ykkur. En við náðum að búa til alls konar samning og náðum þessari fjárfestingu inn í miðju svona efnahagshruni og byggjum upp inn í Kína. Ég veit ekki hvað mikið, við förum úr 1 héraði í 4. Með fólki sem var menntað á Íslandi, Kínverjum, í stjórnunarstöðum og þetta gekk alveg gríðarlega vel. Ég fikk tækifæri að selja þennan hlut 2012 og ég kem út af því mjög brattur. Ég fæ það sem við köllum montréttinn.
Montrétturinn farið þegar þú vinnur Íslandsmeistaratitil, til dæmis hjá KR sem ég var, þá má í hinliðin ekki til að skipta sér að þér í heilt ár þegar þú ert með Montréttin. Nú, þetta ítti það að verkum við fórum inn í olíuleit og svo fórum inn í Grænland. Og í Grænland í dag höfum við verið í 10 ár, með þar forsendur að segja, heimurinn þarf á málmi að halda til að geta bundið orku, það er að segja rafmagn, alveg svo olía er bundin inn í tunnu. Ég fyrir betur á þetta. Þar byggðum við fjárfestingu yfir meirinn $300 milljónir frá alþjóðlegum fjárfestum allan heim, skráð á 3 mörkuðum, 300 manns í vinnu, við erum stærsti fjárfesturinn á Grænlandi, við erum að byggja innviði eins og vatnsaflsvirkjanir, við erum með þjónustufélag, við erum með gullvinnslu í gangi núna og erum að rannsaka 5 svæði á hverjum tíma. Og við gerum allt sjálf. Það er engin þróunaraðstoð, það er engin hafnarsjóður, það er engin styrkur, ekkert. Allt sjálf. Vandamálið eða tækifærið við að vinna á Grænlandi er það að við þurfum að búa til okkar samfélag kringum vinnuna sem við þurfum að búa til. Við þurfum ekki numið það við þurfum að helst að fá fólk til vinnu til okkur, heldur þurfum við líka að taka þátt í samfélaginu. Og það er að nota íslenska fyrirmynd í því, alveg svo við vorum öll alin upp. Við erum að keyra áfram kórastarf, við erum að keyra áfram íþróttastarf, við erum að þjálfa fólk, við erum að það er búið að byggjast upp 15 fyrirtæki í kringum okkur, það er að skapast auður og svo framvegis. Það er okkar besta leið til þess að halda áfram að gera sem við erum að gera og það gengur vel. En þetta er saga af mér sem hefur gengið stundum vel, mjög oft illa. Ég er ekki Einstein, meðaltalslandsmaður. Og því meira sem ég átta mig á því sjálfur mér og í mínu störfum hver forysta er og þegar nefndina auðmýkt. Hvað er auðmýkt? Ég get sagt þetta hérna bara, snild, þetta var allt frábært, en ég hef nálgast þetta allt með mikilvæg auðmýkt. En auðmýkt í mínum huga er það að þegar þú nálgast sjálfan þig með sannleikan af vopni. Ef við hérna, flestina sem eru leiðtogan, ef við ítum egónast niður og segjum hvað erum við góð í, hvað erum við að gera, af hverju er ég góður í þessu en einhverju öðru og við nálgumst reynsluna hægt að býta þetta með hverjum aldrei sem við og ef við nálgumst fólk þannig, það held ég að sé auðmýkt. En það þýðir það að við þurfum svolítið að horfast í augu við sjálf okkur. Ég hef ekki náð að gera það fullkomlega, þetta er stanslaus vinna. Og þessi vinna, það eru fullt af tækifærum þegar við tala íþróttahreyfinguna, aðrir fara í frímúrarstarf, oddfélagsstarf, AA-starf, 12 sporin. Þetta þurfum við að gera sem leiðtogar. Annars getum við ekki haft áhrif á fólki okkar ef við ætlum ekki að vera með sannleikan og sannleikurinn er auðmýktin í því sem við gerum. Það er ógeðslega erfitt. Sérstaklega þegar maður er yngri, þegar maður þarf að berja þetta saman. Það sem helstið í sem ég ætla að tala við ykkur er það að við tölum umhverfisbreytingar, global warming, við tölum hvernig við að breyta heiminum, við tölum þessa sundrungu. En orka og málmar, ef það er nægilega mikið magn af orku og málmum, þá líður okkur vel. Það er staðan. Í dag er það þannig að kol, olía og gas er 84% af orku heimsins. Ok, ég ætla aðeins að hjálpa okkur til, það er rosalega öll að segja, þetta er hræðilegt, heimurinn er að stikna og allt þetta, en afi minn, hann fór út frá Bíldudal svona á bát til að ná í þorsk, hann réri bát. En svo fekk hann olíu á bátinn og gat farið út og fekk sér kaffi á leiðinni. Þetta er það sem orka gerir. Hún gefur okkur tíma til að hugsa. Og í dag erum við tæplega 8 billjónir manna og það er kannski billjón sem lifir svona eins og við. Getum að hangið hérna til 11 og hlusta okkur annað og rausið í mér. Og restin er ekki komin hann að stað. Nú, ef við ætlum að fara í vind, hættarprófi, núklear, sólar, allt þetta, þá þurfum við gigantískt magn af málmum. Hvað þurfum við í núklear? Við þurfum úranium. Og það vantar námur. Það vantar námur sem geta látið okkur fá efni í það.
og í alla þessa hluti. Þannig að ímyndið ykkur ef þessi súla hérna, olíu og kolagas þarf að fara, ímyndið ykkur að þau þurfum mikið að hinni súlunni til að vera til staðar. Og ástæðan fyrir því er saga orku. Orka, hún er þannig að upp undir fram til 1850 þá fengum við orku trjám. Og við notum svo mikið tré að við kláruðum það á Íslandi. Við kláruðum við Bretlandi. Þangað til við fórum að nota kol. Af hverju notum við kol? Jú, kol hafa hærra orkuinnihald og við byrjum að nota kol að þú getur tekið kol úr jörðinni og þú getur sett það í poka eða hjólbörur og fært það. Þú gast það ekki með olíu. Við vorum ekki með olíu tunnu. Þannig að við notum kol alveg eins og tóutillar til 1950. Og það sem gerist er að heimurinn allt í einu fyrir okkur að líða betur. Við hættum að vera 1,5 biljón og við förum að vera 8 biljónir, eða þá í dag eru 8, við förum að vera 3, 4, 5 biljónir. Það er að segja, það eykst magni sem við notum á orku, það verður meiri velsæld. En þetta hefur líka áhrif okkur, þetta hefur áhrif á umhverfið og allt þetta sem við höfum áhyggjur af og þá förum við að nota olíu upp úr því að við förum að nota bíla. Það er betra orkuinnihald í olíu og þar af leiðandi getum við fara að setja bíla á olíu á stáltanga. Og við förum að geta að setja á tunnur þegar við förum að nota stál meir. Þetta er ekki nema 100 ár síðan. Svo förum við að búa til risastór stálskip og upp úr 1950 fara þessi skip að fara úr Persaflóa og olían fer að ryðja sig meira til rúms. Gasið er ennþá eftir á af því að það er ekki að ná utan þetta. Punkturinn minn er þessi, til þess að geyma rafmagn þá þurfum við málma, það er að segja bakteríur. Og ef við höfum ekki þessa leið til að geyma rafmagn, þá skiptum við ekki hinum orkugjöfunum út. Að síðustu vil ég koma inn á þetta, þá hver er þá staða Íslands í því, þar að segja, ef við horfum til framsýni. Við erum höfum stað að við, Færeyjar og Grænland, erum í mitt á milli Evrópu og Bandaríkjanna. Við höfum þekkingu á að byggja upp þjónustuðina til þess að byggja upp innviði. Við höfum þekkingu á því að byggja upp orkuinnihald. Við höfum þekkingu á því að vinna málma. Við höfum fyrirtæki á Íslandi sem kunna búa til róbóta. Við höfum heilt land sem heitir Grænland sem áallar þessa málma og er núna áseld, ekki bara Bandaríkjafórseta heldur Evrópu og öðrum aðilum líka. Og við liggjum þarna saman þessi 3 litlu lönd. Þannig að okkar fókus á að vera að læsa okkur saman og mynda okkur stöðu gagnvart Bandaríkjunum, gagnvart Evrópu til þess að fá sem bestu fjárfestingarsamninga, fríverslunarsamninga sem getur. Og þetta er möguleiki. Þetta er það mikið möguleiki að síðast núna í enda maí þá fjárfesti þjóðarsjóður Danmerkur meira en 5% í félögum af kröfu Danmerkur og Bandaríkin líka. Í félagi eins og Amrock sem er lítið félag sem er í mæning sem við höfum enginn viljað tala hérna fyrir 2 árum síðan að þetta var svo skítugt. Og físíski heimurinn, hann mun veita Íslandi og þessum löndum langtíma forskot á hugverkaheimum. Internetbólan, bankabólan, tæknibólan sem gerir ekkert annað að láta okkur hanga á Instagram, núna AI, þetta eru bara þjónusta við físíska heiminn. Við verðum að hugsa að þota hefur ekkert breyst síðan 1966 eða bíl, jú þetta er orðið betra. En þetta er bara geirar sem vinna því að gera þessar helstu tækniframfarir okkar betri. Og þess vegna verður Ísland að fókusera áfram á orkuna, á þessa þætti sem við erum svo góð í og halda okkur við það að því það myndar ekki bara stöðu fyrir okkur innanlands, heldur líka stöðu alþjóðlega. Það er búið að kalla mig út hérna. Takk fyrir. Eldur, þetta er rosa inspirerandi að heyri þér og við deilum mikill ástríðu gagnvart Grænlandi. Ég er að fara þangað núna í október. Þeir ætla að halda norræna leiklistadaga. Þeir eiga þjóðleikhús sem er bara 15 ára gamalt. Og það er rosalegur hugur í grænlendingum. Þetta eru miklir frændur okkar.
En við ætlum að halda áfram. Næst kemur Ragna Árnadóttir, lögfræðingur, fyrrverandi ráðherra, stjórnandi með djúpa reynslu úr orkugeiranum. Hún byrjaði ferilinn sinn mælingamaður í sumarvinnu og nú orðin forstjóri Landsnets. Það má kalla það ferðalag frá mælistikku til framtíðar sínar. En ég ætla að vitna aftur í Shakespeare því mér finnst hann svo rosalega klár. Í Lékonungi segi Kent við líf upp á heiði. Skylda mín að tala sannleikan, jafnvel þótt valdið kjósi að heyra annað. Ragna hefur alltaf sýnt þann styrk, gjörðu svo vel. Þakka kærlega fyrir þessa kynningu sem ég ætla að reyna að standa undir. Ég þakka fyrir boðið að koma hingað og segja svona eitthvað úr mínum reynslubanka. Ég var svona alveg á svipuðum nótum og aðri sem hafa verið hér að tala, svona þess að veltaði fyrir mér af hverju ég hér og hvað ég get lagt til málana. En hvað gerður nú? Fyrst að Willum kunni þetta ekki, þá má ég líka ekki kunni þetta. Nei, byttu við. Já, ég kýs að kalla þetta rafmagnaða framtíð og fyrst að eldur fór svona aðeins inn í svona sína fortíð og það alltaf gaman að heyra hvað reynslu fólk hefur, hvað bakgrunn fólk hefur, að þá ég fegin að ég tók áskorunni frá henni Steinunni sem samstarfskona mín í Landsneti sem hún stakk upp á þessari mynd á forsíðuna. Og þetta svona mynd sem þú veist, ég mikill stjörnustríðs aðdáandi, en þetta lýsir dálítið því að þegar ég var lítil, og ég það ennþá, þá var ég nörd. Og það var ekkert sérstaklega skemmtilegt að vera nörd þegar ég var lítil. Mér fannst það rosalega gaman að vera heima og lesa teiknimyndasögur. Ég var mjög hrifin af öllu því sem hét ævintýri og ævintýramyndir. Ég talaði þetta alltaf mikið við sjálfa mig og ég heyrði stundum mikið hvað þeir voru að segja því ég var svo mikið að hugsa eitthvað allt annað. Og einhver tíman á einhverju tímabili hugsaði ég, mér ætla bara að þykja vænt þetta nörd. Og ég alveg búin að vera á kannski svona 10 ára vegferð þar sem ég segi bara, ég ætla bara að gangast við þessu. En mér finnst þetta samt pínu óþægilegt. Ég fekk sko svona Stormtrooper hjálm í 50 afmælisgjöf og fannst það geggjað. Það var næstu fyrir 10 árum, þannig að þetta svona ferðalag. Þannig að ég bara svona að stíga út fyrir þægindarama með því að vera með þessa forsíðu, þannig að takk Steinunn að skora á mig. Vegna þess að út á það gengur lífið. Maður þarf að skora á sjálfa sig og maður þarf að stíga út fyrir þægindaraman. Þannig vil ég allavega lifa mínu lífi og þannig líður mér best, þótt mér líður stundum alveg hræðilega. Ég skil ekkert í mér og eins og fyrir þennan dag. Ég skildi ekkert í mér að hafa sagt já við þessu, en núna þegar ég komin hingað finnst mér þetta bara alveg dásamlegt og mikill heiður. Þessi mynd, svona talandi það sem var sagt í morgun og það sem að frú Halla Tómasdóttir sagði unga fólkið, þá ég nefnilega dálítið hrifin af þessari mynd sem bara úr okkar myndasafni í Landsneti. Þarna sést í bakgrunni orkustjórnkerfi, raforkustjórnkerfi, við sjáum að stjórna því í Landsneti, en þarna líka ungt fólk í forgrunni sem framtíðin. Þannig að við erum að hugsa framtíðina og eldur kom inn á það að við eigum mjög marga möguleika og við erum í lykilstöðu Íslendingar. En það sem gerist að á einum tíma erum við frumkvöðlar og það gengur allt vel og við byggðum upp raforkukerfið fyrir 50 árum og þetta var bara rosa gaman og allir til í þetta. Bændur til í þetta, já, farið bara yfir jörðina mína vegna þess að ég vil fá rafvæðingu í mína sveit. Staðan önnur núna, við eigum mikil tækifæri, en við erum líka að glíma við alls konar áskoranir. Það sem einu þykir sjálfsagt, þykir öðrum ekki, og við þurfum að kljást við það, að sjálfsögðu. Enda lífið bara ekki þannig að það alltaf bara ein leið. Og þótt að við getum sagt, já, þú veist, það alveg borðleggjandi að það þarf að byggja upp raforkukerfið, vegna þess að það þarf að gera það. Það komið til ára sinna, margar línur, það þarf að styrkja og líka mæta þessari þörf sem að framtíðin
kallar á og eldur búin að koma inn á. Þannig að það þarf einhvern veginn að fást í þetta, en það þarf líka að gera sér grein fyrir því að við erum líka öll bara í okkar eigin nafla. Við eigum ekki alltaf auðvelt með að sjá almannahagsmuni vegna þess að við erum að hugsa okkur. Og það eitthvað sem að við hjá Landsneti og síðan við á Íslandi þurfum að skilja og þurfum að takast á við. Ég ætla að lýsa fyrir ykkur aðeins, já ég veit ekki eitthvað, þetta allt og mikið myndum að mér en ég samt svona kannski ágætt að bara lýsa því að ég kem inn í fyrirtækið, byrjaði 1. júlí og ég ákvað bara strax að nýta tíman og hitta bara eins marga og ég gat og mörg. Fara út allt og spyrja asnalegra spurninga. Bara hvað ert að gera og af hverju ert að gera þetta. Og þetta alveg rosalega skemmtileg vegferð og ég má ennþá spyrja af hverju ert að gera þetta og ég búin að spyrja hversu lengi má maður gera þetta. Má maður gera þetta bara í þessa 100 daga eða má maður gera þetta lengur. En í orkugeranum þá hugsum við ekki í dögum, við hugsum í árum. Þannig mér skilst að ég megi svona í 3 ár spyrja fólk. Af hverju ert að gera þetta og hvað ert að gera í dag. En þetta ótrúlega skemmtilegt að gera þetta svona og ég var búin að ákveða það þegar ég byrjaði í Landsneti að þetta myndi ég gera strax og þetta ætla ég að gera áfram. Ég ekki með skrifstofu, það telst ekki til tíðinda, en ég geri mér farum að sitja á svona ýmsum stöðum í húsinu og komi mér fyrir þar sem ég sé laust skrifborð, svona þegar ég ekki á fundum, ég reyndar ógeðslega mikið á fundum, en svona þannig kemst maður inn í starfsemina betur, maður tengist líka fólki og vonandi öðlast traust þess. Vegna þess að traust algjört lykilatriði. Og ég bara ætla að segja svona með svona tilliti til fortíðarinnar að ég kem inn í dómsmálaráðuneyti, þá ég embættismaður, ég síðan skipuð ráðherra, ég var utan þings, utan flokka, það var engin handbók, það var engin leiðavísir, hvernig átti að fara að þessu, en þar átti ég svo gott með að það var minn styrkur þar að ég þekkti fólkið og ég þekkti málaflokkana þótt ég þekkti það ekkert allt jafn vel. Það var líka annað sem ég lærði þar var það að þegar þú ert í mikilli ábyrgðarstöðu þá fólkið sem segir við þig ég ósammála, það getur verið mikilvægasta fólkið. Þið verðið að hlusta á fólki sem ósammála ykkur og stjórnandi sem raðar í kringu sig jáfólki ekki í góðri stöðu. Það ekki góður stjórnandan mínum mati ef ég má segja mína skoðun á því. Og ég man sérstaklega eftir því að það var erfitt mál í gangi og ég sitt þarna við skrifborðið og ég bara, þú veist, ég með alla á bakinu, sko, ég bara algjörlega að bugast og ég segi við embættismann sem situr á móti mér og segja við verðum bara að gera þetta, segi ég. Og hún segir, nei. Og ég segi, jú. Og hún sagði, nei. Og ég fór að hugsa, nei, víst að hún hefur bara rétt fyrir sig, við erum ekkert að fara að gera þetta. Þetta ekki hægt. Ég var ógeðslega fúl út í hana í svona alveg 20 sekúndur. Ógeðslega fúl. Og ég hef sagt að við mitt samstarfsfólk, mér langar ekkert alltaf að heyra eitthvað svona, en ég hef ógeðslega gott að því og ef ég verð fúl þá það í 20 sekúndur. Ég lofa ykkur það verður ekki lengra. Vegna þess að þessi sjónarmið sem eru önnur sjónarmiðin þín, þau eru svo mikilvægt. Það svo mikilvægt að hlusta á þau. Þannig að það svona eitt af því sem að hefur verið mitt leiðarljós. Ef við förum þá inn í þessi tól og tæki. Annað sem að hefur reynst mér vel, ég svona greini mikið, ég hlusta á greini og ég gef mér alveg tími í það. Sumir finnst kannski bara, heyrðu, á ekki að fara að gerast eitthvað hérna. En ég segi bara, ég tek mér leyfi til að greina og hlusta. Ég læti ekki íta mér út í neitt bara því einhverjum öðrum finnst að ég að gera það. Og stundum getur fólk túlkað þetta sem svona, já hvað maður að segja, svona að maður sé óákveðinn eða veiklindur eða svona get ekki tekið af skarið. En auðvitað verður maður síðan að taka af skarið. Og þá ágætt að vera með þessu ég kalla ís í maganum. Maður setur bara, maður með ís í maganum og maður bara kýlir á þetta. En hvað þá mikilvægt? Það liðsheildin. Það að hafa gott fólk í kringu sig. Fólk sem segir já og fólk sem segir nei og fólk sem segir kannski. En svona hafa eins og ég kalla að sendi herrana. Við eigum og það var þess vegna sem að mér fannst þetta svo frábært það sem að forseti okkar sagði
að hugrekki hópíþrótt. Það ótrúlega góður punktur. Það eiginlega það sem ég ætla að taka með mér frá þessum degi, er þau vísdómsorð. En ok, þú veist, það eru líka þessar blessuðu áskoranir. Að það ekki gott að hafa rangt fyrir sér. En það stundum bara nauðsynlegt að gera það og svo heldur maður áfram. Viljum tala það að maður tapar og svo bara stendur maður upp og heldur áfram. Og það að læra, þú veist, ég var alltaf einhvern veginn með það á hreinu að fólk var í skynsamt og það tæki rökum. Ég var sem sagt til dæmis, bara svo ég nefni nú 2 dæmi, erfið úr minni fortíð, erfið mál. Þá þegar ég ákvað einhverjum furðulegheitum að fara að setja mig inn í málefni 3. orkupakkans. Ef þið munið eftir 3. orkupakkanum þá átti hann að kalla eld og brennistein yfir Ísland, sem hann gerði þetta ekki. En mér fannst það alveg frábær hugmynd að ég myndi skrifa fræðilega grein það hvernig þetta væri nú allt saman. En það var mikil andstaða og ég mæti þarna hvert útvarpsviðtal fætur öðru. En ég vissi bara alltaf mikið málið, þannig ég kom því aldrei út úr mér. Hvað þetta mál snýrist og af hverju mér fyndist það ekki vera stór hætta fyrir Ísland að þetta í samþykkt. Og það þetta, þú veist, að ef þú veist of mikið mál, þá verður stundum aðeins að svona segja bara, veist, hvernig var það nú námskeiði sem vorum á daginn, að maður á að ímynda sér að maður sé að tala við 8 ára barn, reyna að útskýra þetta, veist, bara á mannamáli. Þannig að það var, og ég skildi aldrei í mér af hverju ég fór einhvern veginn inn í þessu umræðu, það var enginn sem að þvingaði mig inn í hana, en mér fannst þetta bara áskorun sem var svo brjálæðislega spennandi að ég ákvað að taka hana. Annað var flugvallamálið, munið eftir því, Rögnu-nefndinni, já, þar satt ég frammi fyrir því, eða stóð ég frammi fyrir því, að ætlaði ég að presentera hugmyndina og greininguna sem ég gat staðið við með samviskuna á hreinu eða átti ég að segja eitthvað sem ég vissi að fólk vildi heyra. Og ég ákvað að taka fyrir kostinn og oft velti ég fyrir mér svona einhver ára eftir hvað í fjandanum var ég að pæla? Af hverju sagði ég ekki bara eitthvað sem að fólki líka og það þetta bara verið svona, en ég bara gerði það ekki. Og ég sagt ykkur eftir á hyggjar, ég bara askoti ána með það. Þannig að ég var ána með þessa tilvitnun þarna í byrjun. Því að það að gera eitthvað eftir sannfæringu sinni og gera eitthvað sem manni þykir rétt, getur stundu verið að erfiðasta. Og sérstaklega þegar fólk að ýta á mann að gera eitthvað annað, að þá það svona, ok. Þannig að ég segi bara, minn lærdómur að og það kannski klísja, en það samt svo gott. Maður á að standa með sjálfum sér. Veist, maður verður bara að gera það. Og ef það eitthvað sem maður skilur ekki, veist, ekki segja eitthvað sem þið skiljið ekki. Veist, ef þið skiljið það ekki, þá alveg örugt að það fullt af fólk sem skilur það ekki heldur. Og það hafið heldur ekki samfæringu fyrir því, ef þið skiljið þetta ekki. Ef það margir sem segja hluti sem þið skiljið ekki, ég hef alveg verið í þeirri stöðu. Ég hef lesið upp ræðu sem ég skildi ekkert í. Hún hefði getað snúið öfugt, ég vissi ekkert hvað þessi ræða var. Þannig að það eru svona lærdómar sem maður tekur úr því. Að ég segi bara, þetta verður bara ótrúlega spennandi ferðalag hjá okkur í Landsneti, spennandi ferðalag fyrir Ísland líka að ná þeim stað sem að við viljum ná þegar kemur að stöðu okkar í heiminum, stöðu okkar þegar kemur að orkuvinnslu og atvinnulífi. Og hér mynd frá Skálavík á síðsumardegi og maður velti fyrir sér, til eitthvað fallegra en Ísland? Takk fyrir. Takk fyrir, Ragnar. Ég held að það svo nauðsynlegt fyrir okkur sem erum í þessum stjórnunarstöðum að geta opnað okkur. Af því að einhvers staðar í grunninn þá liggja einhverja grunndyggðir sem ég hélt aldrei þegar ég fór inn í mitt fag að yrðu svona mikilvægar. Og þær koma einhvers staðar langt aftur úr. Og þær koma frá foreldrum, þær koma frá hvaðan við ólumst upp og þær koma út frá svona alveg klísukendum basic banal hlutum að standa með sjálfum sér. Við vitum öll hvað það getur verið rosalega erfitt
að standa með sjálfum þegar maður stendur frammi fyrir erfiðum ákvörðunum og þrýstingi. Það takk fyrir að vera svona einlæg. En við ætlum að halda áfram og þá það svona lokaræðumaður dagsins. Við erum svona ágættu tímaplani, þannig hún allir séu rólegir ennþá, að því ég hlakka rosa mikið til að heyra í Ingibjörgu Loftsdóttur. Hún nefnilega sérfræðingur í lýðheilsu og stjórnun með fjölbreyttan bakgrunn og mikinn áhuga á vellíðan fólks í vinnu. Hún hefur leitt forvarnastarf VIRK og stofnað ráðgjafastofuna Svalar þar sem slagorðið vellíðan virði. Og þá ætla ég að fara aftur í Shakespeare, vinn minn, að því að hann segir í verkinu Líku líkt eða Measure for Measure, þá segir við megum ekki gera fuglaræðu úr lögunum. Sem sagt kerfi og reglur eiga að þjóna fólki og Ingibjörg minnir okkur á að forysta snýst líka heilbrigði og hamingju. Gjör svo vel. Takk fyrir, bara kæri fundagestir og ég segi bara wow, það sem við erum búin að fá að heyra hérna í dag náttúrulega ekkert eðlilegt. Gullkornin eru bara óþrjótandi. Ég geti haldið ykkur hérna til 3 í dag að tala öll gullkornin. Ég ætla ekki að fara að endurtaka það sem þau eru búin að vera að segja, en það sem stendur svona upp úr kannski, ég er búin að vera að reyna að ná ykkur svona samhljóman í þessum frábæru erindum sem við heyrt hér í dag. Og það kannski þetta að leiða með samvisku eins og Egill sagði, að horfa inn á við og skoða sjálfan sig, að nálgast sjálfan sig með auðmýkt, að hlusta, að leiðtoginn hlustar og fylgja ekki straumnum, kynslóðar réttlæti, gullkornin eru endalaus. Og einmitt þetta að við séum að mynda svolítið skjaldborg ungu kynslóðina. Við viljum fara hraðan, hærra, sterkar, en við viljum gera það saman. Það mikið talað samvinnu hér. Það talað vinnusemi, við megum ekki missa vinnusemina. Við þurfum samfélagi í kringum vinnuna, hvar sem við erum. Og ef að Willum Þór talaði að ef að liðsmanninu líður vel, þá skilur hann stendur hann sig vel í íþróttinni, en það álóta líka við vinnustæðin. Ef að við hlúum að starfsfólkinu okkar og sköpum í vettvang til að þau geti liðið vel og fengið veljan í vinnu, að þá starfa þau vel og allir sigra á endanum. Þar voru líka þessi 4 S, endalausu S, forseta voru. Það var segla, samvinna, sveigjanleiki, sköpunargáfa og S-in eru miklu fleiri en þetta. En ég held að þetta sé svolítið þetta í hnotskurn, að við viljum skapa framtíð þar sem við erum að nýta orkun okkar líka. Mikið tala orku hérna í dag og Ísland hafi forskot. Hversu frábært það nú að við séum með einhvers konar forskot, að við skulum nýta það saman með að hafa leiðarljósi, auðmýktina, að hlusta og veljiðan. Og svo setti ég þetta nú saman hérna í restina að, já, mér langar fyrst að nefna þetta frábæra hérna, leiðin líkur inn á við og nota þessa þrjósku bjarsýni sem forseti voru talað Ragnar talaði að vera með ís í maganum, það fyrst mér svolítið skemmtilegt. Og Eldur talaði mikið orkun og vinnusemina. En það þetta hérna, hugrekki, hlusta, auðmýkt, samvinna, traust. Að standa með sjálfum sér, það mikið talað það líka. Og við erum náttúrulega samfélag þar sem við eigum að leyfa fólki að njóta sín og við eigum að fá að vera eins og við erum, því hvert og eitt okkar, sérstaklega ef við erum kannski aðeins og skjön, ekki síður þá, að þá erum við að skila af okkur einhverjus og náum lengra. En já, ég tók þetta svolítið saman hérna í smá, ljóð kannski. Því það nefnilega munir á því að vera stjórnandi og vera leiðtogi, þið kannski vitið það öll. Og það alveg stjórnunarhættir sem voru í líði hérna áður fyrir sem eru ekkert endilega góðir. Þannig að og stjórnandinn kannski svona þessi forystu sauður, en við viljum hafa leiðtoga. Forystu sauðurinn fremstur fram stikar, fastur og sínu og hvergi kvikar. En leiðtoginn forystu fram sína velur og fullur af trausti starfsfólki breytingar felur. Nýsköpun, opinn hugur og auðmýkt tryggir velíðan, árangur og mannlífi litríkt. Hæfni, hugrekis og seglu nú sem aldrei fyrr þörf. Með framsýnni forystu við hreiminn mótum djörf. Takk fyrir.
og öll átti ég vona á en ekki í bundnu máli. Takk fyrir Ingibjörg að svona draga daginn fallega saman. En nú komið að lokum hérna í dag og ég vona að þið farið hérðan með innblástur og hugrekki og einhvers konar tilfinningu fyrir hvaða framtíðarsýn eða hvað framtíð liggur fyrir okkur og hverju áskorunar eru. En þið finnið sjálf, sko, að við finnum sjálf að við eigum eigin hlut í að móta þessa framtíð. Og það í okkar skipulagsdeildum og í okkar samfélagi sem við vinnum í kringum að við höfum kraftinn til þess að hlusta og það sem við segjum á góðri skandinavísku útdelegera, að deila hlutverkunum og dreifa ábyrgðinni og gefa ábyrgð. Því að við eigum ekki að bíða eftir framtíðinni, við eigum að skapa hana. Hafið ótrúlega góðan dag, gaman að sjá okkur öll. Takk fyrir.